Fyrst var þetta bara sjokk, skilurðu. Var ég að greinast með berkla, skilurðu, já, ótrúlega skrítið. Mikið sjokk, svo breyttist þetta svolítið út í smá reiði vegna þess að ég áttaði mig þá í rauninni á því að ég ekki öruggur í minni vinnu. Það rosalega vond tilfinning að hafa, að vinna þarna í öllum þessum hraða. Það getur ýmislegt gerst, það er alls konar ofbeldi sem á sér stað innan veggja bráðamóttökunnar og það það sem ég var reiður út af því að það var ekkert að tryggja mitt öryggi í vinnunni. Það ánáttúrulega ekki að vera þannig. Við fyrstu fregnir af smitinu leitaði Hugur Atla beint til fjölskyldunar. Það í raun starfsmanna hjúkrunarfræðingur sem heyrir í mér og þetta eru mína fyrsta spurningar. Hvað með fólkið í kringum mig? En hún útskýrði það náttúrulega vel fyrir mér, sko. Þannig að maður í rauninni róaði strax en samt sem áður þá, já, þetta bara erfitt. Það rosalega erfitt að útskýra í rauninni hvaða tilfinningar fóru á stað þarna en það voru allan ekki góðar. Ekki líka svolítið skrítið að heyra bara berklar, þú ert með berkla. Gastu einhvern tímann ímyndaðir þetta? Nei, bara, þetta rosalega skrítið. Við erum bara komin aftur á árið 1900, sko. Á árunum 1920 til 30 voru 20% dauðsfalla á Íslandi rakin til berkla. Þá voru engin virk lyf komin til sögunar og þau sem smituðust af berklum voru höfð í einangrun á heilsustofnunum. Í dag hægt að meðhöndla berkla með sýklalyfjum. Einstaklingur með berklasmit eins og Atli fær varnandi meðferð til að koma í veg fyrir að berklaveiki leysist úr læðingi síðar á ævinni. Sú meðferð getur tekið upp undir 4 mánuði og henni geta fylgt ýmsar aukaverkanir. Hættan við þessi lyf er sem sagt aukaverkanir er lifrarbólga. Það í rauninni hættulegasta, sko, sem betur fyrir sjaldgæf. Ég pissa í rauninni rauðu, svolítið skrítið að segja. Ég svitna rauðu, ef ég tárast þá var það rautt líka. En sem betur fyrir svitnaði ekki mikið, þannig að tárast ekki mikið, þannig að ég sleppi það. Atli segir að staðan sé ekki góð á bráðamóttöku Landspítalans og starfsfólk búi við krefjandi vinnuaðstæður alla daga. Við náttúrulega erum þarna fyrir sjúklingana og við viljum geta sinnt þessu öllu fólki bara eins vel og við getum, en það bara ekki í boði. Við erum með fólk á öllum göngum, bara í hverju einasta horni. Við höfum þurft að setja fólk út í bílskúr. Þannig að það eru enga vinnuaðstæður fyrir okkur að vinna, sérstaklega þegar kemur að því að það að koma bráðaðstæður, hópslys og annað. Ég hef talað líka sýkingavarnir, ég talað með þessu enga sýkingavarnir. Að vissu leyti það rétt, við náttúrulega erum með einangrunna herbyggi og annað. Við náttúrulega förum í galla og svona eins og COVID-gallarnir voru þið vitið, með maska og náttúrulega handþvottur og annað. En þegar öll þessi herbyggi eru orðin full, þá höfum við ekkert annað pláss fyrir þá sem að þurfa þessi herbyggi, þau fara ganginn, sem þýðir að þarna erum við smitandi fólk, hóstandi og hvað annað, ofan í aðra sjúklinga og í áttina okkur. Þannig að þar verða sýkingavarnirnar vondar. Atli segist brenna fyrir starfinu og það sé það sem að halda honum gangandi. Ég hugsa vinnuna mína sem áhugamál og þar ég heppinn. Ég heppinn að vilja að ég mæti vinnuna og hafa gaman að því, sko. En satt að segja maður orðinn bara svolítið þreyttur. Maður mætir í vinnuna og maður strax farin að hugsa í lausnum. Hvernig, það að segja ef ég hópstjóri eða eitthvað annað, hvernig ætla ég að leysa úr þessari krísu sem eiga sér stað núna í byrjun vaktar. Áhugi Atla á hjúkrun kveiknaði eftir erfið veikindi í fjölskyldu hans. Pabbi veikist. Hann fær heilaslag og lamast sem gerir það að verkum að hann þurfti alveg fulla aðhlýningu heima fyrir og það var í rauninni ég og mamma sem vorum að hugsa hann og náttúrulega systkini mín líka og ég fattaði þá bara allt í einu þetta kannski eitthvað fyrir mig. Atli verkefnastjóri í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga við að reyna að fjölga karlmönnum í stéttinni. Hann fer ásamt fleiri karlkyns hjúkkum í grunnskóla til að kynna starfið fyrir strákum í 9. bekk. Það sem svo skemmtilegt við starfið á bráðamóttökunni þú þarft eiginlega að kunna allt. Þarna ótrúlega flott og bara yndislegt fagfólk, mjög lausna með það og bara vera partur af þessu, það bara svo geggjað. Hvað ætli hafi reynt mest á Atla í þessu ferli? Að vera með berkla sem eru einkennalausir, það alveg hægt
að díla við það. En eins og ég segi, það er aðalega þessi andlega hlið að finnst ekki öruggur í vinnunni. Það á ekki að vera þannig. Heima fyrir, sko, þá á ég bara alveg yndislega konu sem hefur staðið alveg mér við hlið og svona áður en að maður vissi í rauninni hvað þetta þýddi allt saman, þá náttúrulega væri hræddur börnin mín. En sem betur fer þetta einkennalaust og ósmitandi. En þetta bara nýtt verkefni sem maður þarf að takast á við. En hvernig sér Atli framtíðina fyrir sér á bráðamóttökunni? Við viljum bara, og ég ætla nú ekki að fara að tala fyrir allt heilbrigðisstarfsfólk, en ég geri nú alveg ráð fyrir því að við viljum að heilbrigðiskerfið verði bara lagað, þannig að við getum sýnt fólkinu okkar í samfélaginu virðingu. Að fólki sem byggði upp þetta samfélag, að það liggi á göngum bráðamóttökunnar, er náttúrulega bara galið. Ég ætla ekki að hætta að vinna á bráðamóttökunni út af þessu, skiljuru. Ég verð bara að halda áfram að sinna fólkinu. Einhver þarf að gera það.